aðeins sósuna, drengur. Það vantar sherry hérna. Það vantar sherry hérna. Það gengur á. Jöfull notar hann sherry alltaf í þessu sósudrykk. Hvað þetta maður? Ekki drekki ég það? Þú neita áfengis í vinnutímanum, drengur. Þú bara kom inn. Hvar hefurðu verið maður? Hér og þar. Aðalega það. Herðu, yfirstjórnin var hérna á hann að leita þig. Ég veit það, já. Svo er svolítið reka þú verið ekki komin eftir korter. Já, hvað? Löngu kominn maður. Réttur maður á réttum stað. En aðeins og segið. Svo notar þú ekki þennan viðbjóð í sósuna, er það? Herðu, verð ekki að... Hvað er þetta maður? Þú veist í nógu vondum málum, þú veist ekki að staupa þig á sherry eins og læknisfrú. Já, veistu það, mér veitir ekki að smá hugun. Daniel, veist þú hver er frammi á borði 12? Ristuð með lærikona. Ég láti ekki svona magga. Hvað magga? Daniel, ég var giftur til skamms tíma. Ekki vona að þú munir það. Það eru 3 mánuðir síðan við skildum. Hvað með það maður? Getur nú gert að stila svona gangi með svarta slæðu fyrir andlitinu. Þú læsir sig inni, þú veist ekki skilin. Veistu að ég veit að hún er komin hingað til að klekkja á mér, sko. Þú veist að ég þekki Möggu. Hvað er það að gera frammi með einhvern gamlan skurf? Látt ekki svona maður. Þú er bara með vonda samvisku. Ég? Nei, kjaftar þetta. Þjótt! Þjótt! Og smá pizza. Við máttum vera eitthvað enn. Þjótt! Það er gott þú ert kominn. Ég er búinn að taka þér pöntun á borði 12. Færðu vínið eins og skot, svo tölum við saman á eftir. Nei þó, en gaman. Hver varstu að vinna hér? Látt sig á að streikinu næstunni? Alltaf hefði ekki verið svona svipað leit og þú byrjaðir að hjúkra öldruðum. Þetta vín er alveg ódrekkandi. Allt og þurrt. Já. Bjóðar örlítið vatnssopa með? Það er allt súrt líka. Og eldsúrt líka. Það er nú ekki hægt að fá það besta þegar maður kaupir það allra ódýrasta. Þetta er ekkert venjulegt. Þetta vín á ekki að vera svona. Má sjá. Nei, það er alveg satt hjá þér. Þetta er algjörlega ódrekkandi. Hver bætti þetta eiginlega? Ég hef nú verið talin að hafa gott vit á vínum hingað til. Já, kannski hingað til, já. Já, ég neyðist til að fara fram á aðra flösku. Já, var það, já. Þessi maður pantar ódýrasta vínið í húsinu og svo heldur hann því fram að sé bæði þurrt og súrt. Það er þess vegna svona ódýrt og svo vill hann fá nýja flösku þannig að hálnaði með þá fyrri. Ég held ég þekki svona karaktera. Alltaf yfir þjóni. Þetta er svo ósvífnasti ruddi sem ég hef fyrir í. Láttu mig þekkja hann. Jæja, Svanur afgreitt þig áður. Það má nægilega segja það, já. Þetta er maðurinn sem ég var gift.
ein omeletta handa þinninni. Ég má alveg tilbæða kynningur annars þegar hann Þór Magnússon aðstoðarþjónn, Hermann Hermannsson kaupfélagsstjóri. Því miður við skrifum ekki á fólki sem við þekkjum ekki, því miður. Hver er við að skrifa? Ó, fyrirgeðu, mér sýndist það bara á þér svona. Hvað er þetta? Þetta er omeletta. Við köllum það eggjaköku á íslensku. Það var því miður ekki til neitt ódýrara í húsinu, því miður. Omeletta? Ég bað piparsteikina. Vel steikta og með miklu pipar. Hvað við þá gera við þessa omelettu? Þú veist upp í henni bara. Hermann. Og ef ég fæ ekki þessa piparsteik og það í logandi kvelli, þá kvarta ég við yfirþjóninn og spyr hann hvers vegna hann pottorma hann hafi hér við afgreiðslu. Vel steikta og mikið pipar. Mikið steikta, sagði hann. Mikið steikta, já, Daniel, rétt. Og mikið pipraða, Daniel. Mikið pipraða. Vel pipraða. Allt í lagi, sko. Svo bragðbætum við örlítið. Hvað er þetta? Tabasco. Tabasco, er það ekki voðalega gott? Jú, það er fínt að nota það, sko. Bara örlítið? Já, bara nokkra dropa, sko. Bara ekki mikið, já, já. Já, bara örlítið. Svona eitthvað. Já, þetta er alveg. Hvað er þetta? Cayenne pipar, þú nota það. Er þetta ekki voðalega gott? Jú, þetta er mjög gott. Mjög gott, já. Setjum smá við þess að því. Bragðbæta, sko. Já. Þá er það alveg ómissandi. Og hér er chili, er það ekki alltaf voðalega gott? Jú, fínt. En bara lítið af því, sko. Bara lítið, náttúrulega. Já. Aðeins svona. Já. Eins og svona einhvern veginn, sko. Aðeins meira, Daniel, þetta verður nú að vera smá keimur af þessu. Svona, já. Svona. Fín. Allt í lagi. Þetta er alveg gott. Þetta er fínt. Þetta verður alveg ljómandi. Sláum við endanútin á, við rekum endanútin á þetta með hérna örlítlu hérna svona. Svona sko. Ljómandi. Herðu, hæru þannig þetta með du la compliment, du la chef, du la cuisine. Daniel. Og hringdu svo að sleppa liðis. Einu piparsteik, handa kaupfélagsstjóranum. Vel steikt. Vel pipruð. Loksins. Verð eitthvað góður. Bragðaðist piparsteikin vel, hæfilega krydduð kannski. Þótt ótrúlegt mig virðast með þetta hótel í framtíðinni reyna að komast af án ykkar. Vertíðafólk óskast í Vestmannaeyjum, fæði og húsnæði á staðnum, mikil vinna, hafið samband við verkstjóran í summa. Já, Jóra, mér líst nú ekkert vel á þetta, Daniel. Hvað er þetta með mikil vinna? Það líst mér ekkert á. Ég ætla bara að lesa þetta. Ekki kruppa blaðið, maður. Ég ætla bara að lesa auglýsinguna. Ég ætla að skila þig niður á því fólki fyrir á fætur. Að þú hellir kaffa á þetta. Láttu ekki eins og píldrengur. Nei, afsakið. Nei, ég var ekki að tala við þig. Ég veit ekki hvaða númerið þú ert. Nei, ég ætlaði að fá að tala við yfirverkstjórann í vinnslustöðinni. Já, Daniel Ólarsson heiti ég. Blessaður. Já, blessaður. Heyrðu, já, þið eruð að auglýsa til fólki. Já, við erum hérna 2 vanir menn. Já, við erum alveg til í að láta sjávarútveginn njóta starfskraft okkar hríð. Ég þarf að segja ef að samningar nást kaup og kjör. Já, við getum alveg komið á morgun. Með Herjólfi. Já, nei, býtu, hver er þessi Herjólfur? Já, skipið, já, jú, ég vissi það, jú, ég var nú bara svona að spauga. Já, þú segir það, já. Heyrðu, hvernig halló? Það er greinilega mikið að gera hjá þér. Við erum komnir í uppgrip, maður. Daniel, þú ætlar þú ekki að fara að vinna í fiski? Ekki ég. Við. Ég held að við ætlum að reyna hafslokurör sem skemmtikraftar. Bara æfum með prógram í Vestmannaeyjum. Græðum fullt af peningum. Svo komum við heim. Og við leggjum Ísland á fótum okkar. Já. Þú segir nokkuð. Það væri kannski ráð fyrir mig að byrja nýtt líf núna.
Ég á ekki tusku utan á kroppin á mér. Já. Æ, þessi kettlingar herfa þarna. Hendir mann bara út. Hleyp mann ekki inn. Ég kemst ekki til að ná í fötin þó ég skuldi henni smá í þessu húsalegu. Danni minn, gerðu það elsku drengur minn, þú verður að redda fyrir húsalegunni. Nei, ég skulum ekki vera að bröðla með peninga. Jú, bröðlum bara pínu. Nei, Gerðu það hennur. Ég trúi nú ekki öðrun að frú Sigríður látið þið hafa dótið þitt. Bara kveðið þið með tárum þegar hún fréttir að fara til Vestmannaeyja til að þræla í fiski svo þú getið sent henni í leiguna. Leiguna? Já, ég segi svona. Samtals verður þetta 14.015 krónur og 40 aurar. Frú Sigríður, ef ég sendi þér nú bara 15.000 krónur, má ég þá koma upp núna og sækja fötin? Þú stígur ekki fæti hér inn fyrir dyr fyrir þú kemur með leiguna. Fötin, þau koma niður. Halló? Það verður þá sléttar 15.000 innan 15 daga. Jæja, það voru bara ekkert að vanda með þig. Það sennilega best að fara að drífa sig bara út í Vestmannaeyjar. Ég veit þú kemur na 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 Þarna sér þig maður. Það að gera að vera bara duglegur og þrautsegur þá fer hann vel að lokum. Já, þú segja það já. Við verðum bæði þrautsegir og duglegir. Sjálfur var það að hugmyndaríkir og bjartsýnir. Siggi majónes! Siggi! Siggi majónes! Siggi majónes! Sigurður majónes, sæll og blessaður félagi! Manstu ekki eftir mér? Er þetta ekki Þór? Ég ætla ekki að þekka þig. Þannig, þetta er sjálfur stórmeistarinn og einn frægasti kokkur á Norðurlöndum og þó víða væri leitað, Sigurður majónes. Sigurður majónes? Já, Siggi majónes hérna maður sem eitraði fyrir öllum þjóðunningum Norðurlanda. Já. Og ráðherrum, ráðuneytisstjórum, hvað? Það voru ekki þjóðskáld líka og fjögurdrottningar. Það var nærbrúð þurrk út allan aðalinn bara á einu skoti. Hilsaði mannum Danni minn. Blessaður, Daniel. Heyrðu Sigurður, svo bara hvarfst eftir veisluna. Já, ég fór hingað til Vestmannaeyja á vertíð og hér er ég búinn að koma mér þokkalega fyrir. Jæja. Á matsölustað hérna og nýbúinn að opna diskotek og Nei, það. ég á ferðaskrifstofu hérna og svo náttúrulega vídeólegu. Já, við þetta. Já, þið getið litið til mér saka mínir ef þið getið eitthvað létt undir með okkur. Ég má bara ekki vera að þessu meira núna. Verðum við blessaður. Já, blessaður. Hvað er það fyrir gestiristnir hérna? Maður þarf ekki einu svona að bera töskurna sjálfur. Jöfullist.
Daniel. Guðmundur Vestfjörðinn. Guðmundur, já. Og kallaði Lundið eða ekki? Ég segi svona. Já, þið segist vera vanir. Já, við erum allir vanir maður. Og hvar hafið unnið í fiski? Hér og þar. Aðalega þar. Nei, já, Reykjavík, Grindavík, Keflavík, Súðavík, Haganesvík, já, tæpa mánuð þar. og svo náttúrulega bæði í Gíneu-Bissá og New York. Já, það var nú meira svona fiskmat, svona. Já, þeir getið byrjað í ægerinni klukkan 7:30 fyrramálið. Já, við getum alveg byrjað strax, sko, það ekkert Já, til ég. Já. Ég hef aldrei verið feiminn að taka til hendinni, sko. Þið eru reykveitingar eða ekki? Já, það fer nú svona eftir því hvernig á það litið, Já, svona bæði og. En mér hefur alltaf verið heldur illa við að vera með reykveiting í vinnu. Svona segi ég. Já, enda hann að vestan, sko, og ég á austan. Ekki vegna þess að þið verri verkmenn en aðrir, nema síður væri. Heldur vegna þess að þeir eru ekkert úthald. Þeir koma hingað haldið verið ríkir á nokkru vikum, gugna svo öllu saman og stinga af. Já, láttu mig þekkja það. En það hefur bara aldrei skilið af hverju Reykjavík er höfuðborg. Já, segðu. Hvað, fyrir ekki Kópasker eða Raufarhöfn? Ruben, maður? Já, Vestmann er. Já, segðu. Jæja, þið getið farið upp á verbúð til hans Júla, hann vísar ykkur á herbyggi. Já. Hörðu, þá er bara ein spurning eftir. Nú? Hver vísar hún frá Júla? Marian! Á gallabuxum og gúmmiskóm, hún gengur árla dags. Í fiski veri frisk og kát og flakkar til sólarlags. Hún Mæja litla með ljósa hárið, hún líkist mest álfamær. Hvað er þetta eiginlega? Hafið ekki séð sjónvarpsherbergi áður? Jú, ekki bara svona svakalega hugguleg. Og flottar línur, maður. Það þýðir bara ekkert að innrétta þetta. Það verða allir snarbrjálaðir hérna á verbúðinni. Svona drull ykkur til að sjúla. Strákar, svo verið að kynna ykkur húsreglunar. Já. Allsingana háa eftir 11:30. Já. Ganga þrifalegum og þrifa herbyggi ykkur sjálfur. Já. Þið fáið allt til þess þarna inni á klóstanum. Sætti þessi stelpa sem fylgta úr í þau? Já, Marian, dóttir yfir Vestjóns. Er hún Jólasdóttir svo? Svo hérna ganga vel ganginn, að halda honum fínum. Hérna er hún hlauðið. Hlauðið til? Já. Þessaði rétt sem eitthvað. Hvað hefur að vera með öðrum í herbyggi? Nei, ég er að reyna að ná hann Axel út. Er hann svona sofandi eða frið eða sett fyrir? Já, hann er búinn að vera fyllir í sinni helgi, helvítisfíbli. Með þetta? Það er ræsa. Axel, nú er það að fara að koma þér í vinnuna. Lund er alveg að truflast. Axel, þetta gengur ekki lengur svona. Voru að drullar á lappir eða ég hringi læknir og læta sprauta henni yfir aftur. Þetta er nú besti aðgerðamaður sem haga sér svona. Þetta er herbyggið. Þið eru rosalega heppnir að fá þetta herbyggi svona fyrsta daginn því að þetta er skreytt eftir frægan listamann sem var hérna nokkur ár og hún skreyta nokkur herbyggi og þau hafa gengið hérna kaupum og sölum, dýr og dómum. Þið fá þetta ókeypis bara fyrsta daginn. Ljónhefnir, drekinn hérna, alveg frægur hérna, allt og hakakrossinn og ýmislegt sem hann hefur gert hérna. Flott. Síðan þarf aukalega fyrir hvern fisk sem þú gerir af og fer í gegnum tellera.
magnifique. La la. Bon voyage. Viva la France, monsieur le verstjóri. Já, ég verð að koma liftaranum í lag, ég verð að fá hann í lag. Já, þið verð að senda þetta strax. Vingur! Vingur! Svo spannskótt. Þeir jöfnir sjálf. Þið eru örugglega verðmætustu menn sem hafa komið til starfa hér í frystihúsinu. Þið hljótið að framleiða fisk. Já, mælarnir sína svo. Það koma fleiri fiska frá ykkur en þið sendir inn til ykkar. Já, þess vegna er ég sem að biðja ykkur að gogga hennar nufsa hér upp í kastverð. Og hér getið þið tala eins og eitthvað golfölsku og ykkur tímir. Þrýfu ykkur svo eða gogga. Fyllanburðina hjá þér? Þetta er svo sem að banna þér það. Bíllinn hér í Eyjum? Nei, fjöllum. Já. Þetta er einhverjum sérstökum fjöllum svona kannski? Eða fjöllum almennt? Þannig að ég fjöllum. Ha? Hefurðu verið hérna áður á vertíð? Já, ég heita þetta 16. vertíðin. 16. vertíðin, já. Harkar maður. Er ekki alveg hörkustuð hérna? Það er svona upp og ofan. Það er einn hans góður á ganginu hjá okkur. Hann kann svona skemmta sér svolítið. Þannig var að húsvarða ræfillinn. Hann kemur sko, ætlaði bara að biðja hann hvort hann gæti látið svo lítið þó ekki væri nema bara að koma í vinnuna. Bara smá stund sko. Og þá skiptir einhvern tóm að brennivínsglerið kemur bara í hurðina sko. Þetta að sé eitthvað grín að hafa þennan sola bara hinum með við ganginn sko. Er mikið djúsað hérna? Svona eins og gengur og gerist. Já. Ert þú alveg bindindi maður? Segir það nú ekki. En hvernig er það? Er ekki þéna menn ekki alveg feiknað mikið hérna? Ert þú ekki alveg margfaldur milli eftir 16 vertíðir? Það er nú einu sinni þannig að það er auðveldar að eyða peningum með þennan afla þeirra. Verður bara góður. Dásamlegt að skulum vera svona ánægðir hérna í slórinu.
sem ég hélt nú satt að segja væri ekki draumastaðurinn fyrir unga menn á uppliðinu. Þetta nú meira viðkomustaður á frammabrautinni. Millilending. Það þó algjörn botti hafi nóg að gera. Já, maður getur nú alltaf á sér blómum bæ. Við höfum ekkert að móti því að komast í smá uppgrip hjá þér á diskotekinu. Vanir menn. Ef að þið nennið, þá vantar mig alltaf fólki uppvaski helgar. Það var nú raun og ekki uppvask sem við höfum í huga. Við getum boðið þér upp á alheimsfrumsýningu á skemmtiatriðum, mjög vöndum skemmtiatriðum sem við erum búin að æfa árum saman. Já, við erum með spilagaldra og búktar. Bæjónes! Svo erum við fyrir að sögur... Jafnveg, þríræðar. Ef við skulum nú ræða það seinna. Ég þarf að fara á fund, ég má ekki vera þessu. Verið blessaðir. Jú, blessaður. Lundi. Ertu ekki alveg rosa bónus hjá þér? Axel, ert þú ekki einn metti bónusvíkingur til sjávar að sveita? Hvað var það, Axel minn? Hvað hefur dottið niður hjá mig bónusinn? Það er sjálf þér að kenna, vinnur. Þú varst á kójufyllir á mánudaginn var. Þú settir óvana menn í aðgerðina? Ég er nú búinn að setja þá í annað. Ég kalla það enga verkstjórn að setja óvana mann í aðgerðina eins og litla homatittin sem var rétt búinn að drepa sig þegar hann datt niður teljaragattið og svo missið maður bónusinn. Alltaf ég nú samt ekki fyrir einn helgin, Axel minn. Það er ekki þitt mál. Það er að skutla umslæginu hjarta mitt. Svo getum við séð til með kvöldið hvort við skreppum ekki eitthvað svona við döða saman. Hættu svo þarna fífliði. Þegar nú hingað til haldi að þú var ekki ráðinn hérna upp á kaup. Hvað eru þið að vilja? Jú, sjáðu til Víglundi. Nú er það bónusinn maður. Já, verður verkamaðurinn launana maður. Það er auðvitað að þið hafi aldrei í frystihús komindrykinu. Hvað meinarðu? Mér er sennilega verið í neitt annarri vinnu. Ég er ekki borguð laun fyrir en annað föstudag eftir að menn hefja starf. Þið getið reynt að koma eftir viku ef þið endið svo lengi. Blessaðum eitthvað í. Má ekki bjóða þér í bæinn? Góða kvöldi, elsku púkaðurinn. Hvað segir elsku púkaðurinn? Að þeir að drífa ykkur með mér í alþjóðsí? Það komum við einhvern veginn að ræða þetta líka. Já, við erum ekki neinum helvítis helgarfyllir í maður. Þið eru allt og stabílu og smámur og þannig. Já, það er ekki þú fólk að spilna maður að vera annars. Þið eru? Jóka. Vodka? Vodka. Það er ráðið vodka. Það er ekkert sjupp í því, bara dræð. Nei, bara vodka. Ég var litla punkt með hana líka. Það er volið það. Ætlaði ekki að koma að ballið með það? Æ, það sér til maður. Hálflangt. Það er ekki mál. Má það ekki bjóða þér smá rauðvín hérna, Axel? Það er pólga sutt. Já, alveg kallmenn þeir drekka bara vodka og brennin og rom og fara og bál og gefa ykkur og kjaftir og ná sér ykkur kettlingatöru. Já, smakkaðu nú á þessu maður. Þetta er ágætt, það er ekki eins slæmt sem þú heldur. Tekur bara smá snappa og veltir í svona. Þessi pólga gull. Og þið komið með mér og ná ykkur í ykkur almennilega kettlingabygglu að hanga hérna alltaf tveir og það er bara harkar 6 gildir og ekki neða harkar. Og svo bara komið þið og bara
fínt ball og bara sé ykkur á ballinu, elsku drengiði mínir. Þú farið bara vinur. Já, bless. Allt í lagi, þakka þér fyrir komuna vinur og góða skemmtun. Já, góða skemmtun. Svakalega væri gaman að skreppa ballið aðeins með þér. Já. Ertu búinn með örumandanum minn? Hvað heldur það? Það við rennum húnum bara, ef við ekki bara drífa okkur að helvítisballið. Hanga hérna út og undan. Þú veist að ég er einhvern veginn ekki í neinu stuði. Ég er að vera bara hérna og slappa af eitthvað fram eftir kvöldi. Það er náttúrulega allt í lagi fyrir því að það er ótt að geta verið að hanga hérna við mér. Það er eins og það. Jú, hvað? Það er gaman að drífa hún bara að brófa skeggið á skvísunum þess. Já, bless. Það svo bara að festa það ekki næsta dag. Ertu nú komið smá örumandanum minn bara fyrir ykkar svona? Þú ert nú vanur að redda þér einhvern veginn. Ok, þetta því. Hvað? Er þú sorry? Nei. Ég er bara smá stund. Já, ég veit. Svona, kíkja á Axel og svona. Já, bless. Ok. Er þetta því? Já. Blessaður. Blessaður. Ísler og skýt Vestmannaeyjar svaka frík Þar má mónum mika já Þar má líka sjúga hjá Dúri-dara, dúri-dara, dúri-te Dúri-dara, dúri-dara, dúri-te Dúri-dara, dúri-dara, dúri-te Við erum hjá þér heima Fá hérna kók bara. Sven, 20 krónur. Hvað fyrir? Ég ætla að biðja um opna reikning. Við lánum ekki hér. Nú, sleppa þessu núna. Því miður. Syngja skulum ó Skála fyrir glaumi Aðra svo í djöfumó Og dríja og í laumi Ég man ekki Alveg hvað Ég man ekki Alveg hvað Ég man ekki Alveg hvað Ég man ekki hvað Þú verður að vera rólegur, vinur. Þú verður að vera rólegur. Má ég ekki vera hérna svo Jú, það er allt í lagi, vinur, bara ef þú ert stilltur og rólegur. Allt í lagi þá. Er eitthvað að segja að ég sé ekki rólegur? Nei, bara ef þú leyfir fólkinu að dansa, þá er þetta allt í lagi, vinur. Allt í lagi, bara leyfir fólkinu. Það er það, engin hljómsveit og ekki stoppa. Ég er hljómsveit Nei, bara vertu bara rólegur, vinur, þá er allt í lagi. Bara rólegur. Er þú að segja að ég er ekki rólegur? Nei, allt í lagi, vertu bara rólegur. Allt í lagi, allt í lagi, vertu bara rólegur. Holy cow, maður. Hvað
Hey man, you speak English? Just a little bit, yeah. You're not from Westman Islands, man. Where are you from? I'm from Canada, Manitoba, you know. Hey, strákar, það er hérna útlendingur, Amerikani, kom og spjöldu með. Gefum þessu. Yeah. Þetta er eitthvað djöfull af vettinu, þá náttúrulega lemjum. No, I'm from Canada, you know. Manitoba. You speak Icelandic? Dala pínu lítið íslensk, yeah. Íslensk? Yeah, meira skilja. I'm Wester Icelanding. My grandmother, she used to live in Iceland, or Westman Islands. She moved to Manitoba many years ago. What you doing here, man? Læra íslensk. Work in Radfristi something, you know. Radfristi hús, that's right. In Canada, I'm a businessman, but I wanted to come to my grandmother's gamla landa, you know what I mean? Iceland? Yeah, Iceland, that's right. Learn the language, you know, meet some nice people like you guys, and perhaps drink a little brandy. Is that what you call it? Brandy. Segist það komið til Íslands til að vinna í frystihúsi og drekka brennivín með ömmu sinni. Brennivín? Yeah. Hey, have a suspense. This is Black Death. Oh, is that so? Very good. Very good. Listen, I think smaka better, right? All right. Absolutely fantastic. A little bit too strong, perhaps. No. It's just like water. Just like water. How do you say? Elva. Elva? Firewater. I know it because my grandpa used to drink it all the time, you know. Hey, what's your name, man? I'm Ali. What's your name? John. Íslenska Jón. Right? Jón. Yeah, my name is John Reagan. John Reagan? Like President Reagan? Are you, how do you say, skildig? Well, guys, I know it's hard to believe, but actually, my great-grandfather and Mr. Reagan, the President of the United States, were Mæðra synir. Mæðra synir? Yeah. You meet Ronald Reagan? Well, you know, I met him a couple of times, yes, at birthday parties, you know, and things like that, yeah, and Hey, Thor! What's up? I really have to get some chewing gum, you know? María, hérna, bauðum mestur að Hvað er það, strákar? María! María! Þór! Ég ætla bara að tala um Þór yfir. Hjálpa mér út gluggann, hvað? Þakka þér í kvöld. Áttu vel? Áttu vel? Á hjálp? Já! Hæ? Nei, ég var bara að busta. Vantar þig eitthvað? Mér vantar ekki neitt, maður. Ég er bara svona að skoða bátana, er það ekki í lagi? Ekki nærri nóg. Áttu nokkuð? Ég á allavega kaffi. Góð bara. Já, komdu.
Ásgeir Gíslason heiti ég. Þór Magnússon. Þú ert að veiða hérna í höfninu miðjanótt, alveg? Nei, ég get bara ekki sofið. Ég held að kokkanskotin sé búin að eyðileggja í mér magann þessu helvítis autubrasi. Ertu ekki með góðan matsvein borðmaður? Nei, hann getur alltaf opnað niðurstöðudós. Já, þið fiskinn og því soðið. Það lafi nú í þýlast maður. Maður er alveg hættur að fiska. Ég held að við erum hérna sjálfur þegar nokkur að kveikja bara takka og þá er alltaf vaðandi í fiski. Í gamla daga, drengur minn, þá dreymdi menn fyrir afla. Það gafst vel. Þrátt fyrir þessi nýmóðins tæki og þá maður alltaf með hugan við hvar maður lendir á aflaskýslinu. Þar alveg enda hættur maður að geta sofið. En hirðarnas hefur heyrt minnst á draumajóa. Hvað heldur þú maður? Já, hann þurfti ekki annað en að halla sér út af og þá gat hann sagt fyrir fiskiri. Þegar að skipstjórar hætta að geta dreymt skít, þá hætta þeir að fiska. Sagður skít? Já. Sjáðu til, Ásgeir. Ég dreymdi býsna undarlegan draumi fyrir nótt. Mér þótti ég vera staddur borð í bát, ósvipum þessu, og mér fannst ég vera að sjóða mat í 3 pottum. Það síður upp úr þeim. Ég þrífa mér lokið og taktu nú eftir. Þeir voru allir fullir af skít. Já. Getur þú nokkuð ráðið í þennan draum? Já, þetta er bara með því merkilegra sem ég hef heyrt lengi. Heyrðu, á ég ekki að útvega þér þekktan matreiðslumeistara á bátinn? Og ég gæti svo fylgt með í kaupunum og látið mig dreyma svolítið fyrir þig? Já, það ættu nú alla að minnka hjá mig fiskirji fyrir það, en gallinn er bara sá að ég ræði nú ekki um þessum málum. Það er nefnilega annar aðili sem á útgerðina. Já, það já. Það skildi þó aldrei vera Jón Ríki Hermannsson, það? Nei, því miður. Það er tengdamóðir mín. Heldur þetta sé eitthvað helvítis hóteldrengur sem þú getur komið inn þegar þið sýnist? Ha? Hvar varstu að leggjast? Kavalerinn bara komin heim. Og aleinn. Hvað er daman sem fór með þér á ballið? Þetta er sænginni hjá þér. Gaf hún þér að kíkja að skilnaði? Skoðuna fín. Það er nú meira hvað þú ert búinn að koma árðinni vel fyrir borð hérna í Eyjum. Ha? Fekk nú þetta glóðarauga bara fyrir að þekkja þig. Það munur eiga svona vini. Ég veit svona 20 mann sem eru með það efst á prógramminu hjá sér að stinga þér í poka og henda þér í sjóinn. Ég hef búin að gleyma þessum morgun og blessa þessu. Þetta eru menn sem kunna að taka smá gríni, sko. Ég myndi nú ekki treysta því ég væri þú. Ég komu hérna áðan að leita að þér. Þú varst heppinn að vera ekki hérna. Hefur nú heldur betur tekið því í bakaríð. Hvar í fjandanum hefur verið, maður? Hvað varst þú að fara með þessari stelpu á ballið? En Marju? Ég skrappaði aðeins út að fá mér eitthvað að lesa og hún var hérna í sjoppu og vildi endilega fá mig með sér á ballið. Ég bara dreif mig. Hún sagði að hún hefði alltaf verið rosalega hrifin af mér. Þér? Já. Hvað svo? Hvað meinarðu hvað svo? Hvað svo? Já, meina það. Já. Við vorum þarna smá stund á ballinu og svo voru bara allir svo fúlir út í þig að við nefndum ekkert að vera hérna lengur. Og hún stakk þá upp á því að við færum 2 heim til hennar. Og við gerðum það náttúrulega. Það var bara mjög indælt. Ég er nýkominn hingað.
Axel, hann mölvaði hurðina. Þetta allt í lagi. Hann lofaði að gera ekkert ef hann fengi allt í hendina á mér. Hvernig er það? Er ekki nóg sæti í Reykjavík? Þurfti að koma allir til Vestmannaeyja til að hvíla ykkur? Ég held að væri í höfuðborginni sem fólk fengi borga þeirra að sitja á raskatinu. Við erum ekki orðnir svo háþróaðir hérna. Ert þú að skrifa ævisöguna? Ef þú ætlar að yrkja þorskinn í stað þess að vinna í honum, þá er að lifa á listamannalaunum og þau borgum við ekki hér. Víglundur! Býttu nú það, hvað er nú? Ég ætla bara að vara þig við. Sko, ég veit ég má það ekki, en ég vart að kunna freka vel til Lundinu. Já, þakka fyrir það. Já, merkilegt nokk. Ég bara get ekki hort upp á þetta lengur. Þetta hvað? Þetta með hann Þór. Hann er ekki venjulegu verkamaður. Nei, hann er einhver svo almesti letingur sem ég nokkurn haft í vinnu. Hugsanlega að þér undanskildum. Já, það er ekkert skrítið maður, hann kemur úr ráðuneytinu. Þá fer ég að skilja þetta betur ef hann hefur unnið í ráðuneyti. Ég bara get ekki hort upp á það hvernig það er eins og hann reyni að gera í því að egna þig á móti sér. Bara til að geta sett það í skýrsluna. Þetta á skýrslu? Já. Hvaða skýrslu? Skýrsluna fyrir sjávarútvegsráðuneytinu. Sjávarútvegsráðuneytinu? Já, lítur á að eitt talað um það. Já. Já, ég vissi það. Bara þótti þetta ekki skilja mig. Þú nú meiri hvernig. Nei, það er þannig sko að nú á að reyna að ná upp aflaverðmættinu með því að bæta vinnslu aflans. Og ráðuneyti er að rannsaka þetta mál núna og síðan á að haga styrkjónum til frystihúsanna í framtíðinni eftir því hvernig vinnslukeðjakvótanum er háttað. Já. Hann byggist fyrst og fremst upp á tæknivæðingu. Það er nú mál sem kannski kemur okkur ekki beinlínis við. Þetta heyrir undir framkvæmdastofnun og iðnþróunarsjóð og það allt saman. Þú kannast þetta? Já. En svo er það hitt málið. Það er það sem við Þór að rannsaka. Sko, það er annars vegar framkoma atvinnurekenda og verkstjóra við starfsfólki. Og það er einmitt það sem að Þór á að fjalla og það sem að fannst mér ég yrði bara að vara því við. Já. En ég á aftur á móti að rannsaka aðbúnað verkafólksins og ég er ekkert út á hann að setja svo leiðið sko. Það er bara, ég skil ekki alveg af hverju við höfum ekki fengið lykil að verbúðinni. Það getur verið svolítið óþægilegt sko, maður er út á kvöldin svona við rannsóknarstörf og vesinn að vera að hringja á húsvörðin og svona. Já, ég hef bara ekki komið í verka þá en ég bjarga því. Já, það væri að við stoppum. Dögar ekki einn lykill? Já, það væri nú betra að fá 2. Já, þá færðu 2. Ég redda því. Það er fínt. Takk ættilega. Blessaður. Þetta er svona. Byrja hérna uppi og svo bara niður og upp og niður, upp og niður, upp og niður, upp og niður. Bara svona áfram sko. Bara með sveifluð svona, upp og niður. Þetta er fínt. Þetta kemur allt saman. Gengur ekki bara vel? Pabbi! Af hverju að láta þess að tegja hérna upp að brýna? Þetta er mennina sem er í frystikleifunum eins og Helga. Má ég aðeins sína þetta? Sjá. Sko, fínt, alveg rétt. Þetta eru bara raflar sem kunni ekki neitt og svo töpum við bara bónusnum. Þú mátt ekki bara hugsa bónusinn. Bónusinn til hvers heldur eiginlega?
ég sé að vinna hérna eða hvað? Þú voru líka mannlegu hliðin, elskan mín. Og þessa félagslegu. Ég skal segja þér það ef að þessi menn halda áfram að brýna hérna 25 kall á dag. Það er ekki bara peningar sem á að hugsa í lífinu. Og svo er þetta nú ungir aðkoðumenn sem þurfa að kynna starfinu. Ég held bara að sér bara orðin eitthvað klikkað. Þú talar svona við hann föðu þinn. Ég skal bara skipta þér ekki að þessu. Hvar eru þessar pönnur? Ég skal bara hjálpa þér með þetta. Og það eru ormar. Er þetta hringormur? Vertu ekki að trufla mig, ég er í bónus. Ef þú vilt heldur félagskap hringormanna heldur en mín, þá get ég bara farið. Hvað segirðu? Er það gangi eitthvað þér? Nú er eftir að sjá. Hvað ertu að gera? Sér ekki að leggja kapparinn eftir tróksaður maður? Það er nú eitthvað annað maður. Herðu, balla á morgun á skansinum. Kappi tíkaras, allir í fínu fólk. Nei, ég fer ekki að fleiri böll hérna í Eyjum. Ég fer nokkuð tíðan aftur á ball eftir það sem undan er gengið. Hvað er þetta? Heyrðu. Aldrei! Veistu ekki hverjir eru aðalskemmtikraftarnir á morgun? Danni og Þór, grínistar á Reykjavík. Dararam, spilagaldrar og fleira skemmtileg. Það er rétt með Danni minn, það er Þór og Danni! Hjálpaðu mér með spilin hérna. Var að kaupa þetta mikið alveg á spottprís. Sér það ekki? Herru, ég gekk mér að segja þessi eyru hérna í kaupæti. Táðu á þér útskárið þannig. Ég keypti hérna 52 stokka. Og bara búið til einn úr þeim. Já, gamla triksið. Herru, við tökum allar hérna hjartasjöunar. Ok. Það getur nú verið gaman að skreppa. Já, blessaður. Sérstaklega fyrir þig. Hvað er daman? Daman? Daman, hún hefur ekkert að gera sér títt við upp á síkastið. Ég held að þið varu leinlega trúlófið. Það meina Maríu? María, hérna það já. Já. Hún verður örugglega hérna bara líka. Er það ekki? Jú, svo það. Þú fylgir henni heim og allt þarna daginn, er það ekki? Ég er nú hrættur um það. Vel og vandlega. Danni bói, ætla sér ekki vissar að ég komi með og fylgist með að fari vel fram. Og ég held að sokkarnir mínir séu óhreinir. Já, ég held það líka. Finnur það? Ég geti möluð úr þeim. Gerð þú þetta? Hæ? Ég ætla að mylja úr sokkunum. Ok. Ég er búinn með þessa tvo. Daniel, ég trúi því ekki að þú hafir eitt viku launum í að kaupa 52 spilastokka, sko. Það er bara ekki hægt. Það verður alveg pottþétt prógram. Svo maður líka komin svo fína vinnu, maður. Lundi Vestjóri, hann sér sína. Fer ekki að láta ráðuneytistarfsmenn vinna í slórinu. Danni minn, á ég að mylja svolítið úr þessum í leiðinni? Er þetta ekki jakki sem þú varst í á ballið? Jú, hvað með það? Ekkert að ykkur hefur orðið svolítið brátt í brókhjúunum að komast ekki lengra en út í drullupott! Hvað viljið þið? Hvert viljið þið? Hvað viljið þið? Það eru svona almennileg skemmtiatriði. Ef það er eitthvað sem er leiðisvinnu minn, þá eru það skemmtikraftar.
Þú nú til dæmis ekki séð þetta prógram sem við Þórir erum með. Við erum með svona spilagaldra og svona spaug inn á milli. Við bara drífum okkur hérna upp á svið á eftir þegar hljómsveitin tekur pásu. Þá sérðu bara hvað það lifnar ekki við fólkinu þegar það fær að sjá eitthvað skemmtilegt. Það alltaf leið, vinur minn. Þú mátt fara upp og skemmta hérna. En ég tek ekki ábyrgð á það þegar þú kemur niður aftur ef fólkinu líkar ekki við þig. Daniel minn, nú færð þú tækifæri til að viður á höfningslundina. Þú býður þessari stúlkubókum aðeins. Ruggen. Vodka, einfaldan í kók. Og whisky, sóda. Sjálfsögðu tvöfaldan. Daniel, þú ert krút. Skál. María, þú ert með augun hans föðurins. Hey, you speak English? Ali! Have a drink. Thank you. Þakka yfir síðastfélagi. Drífið þessu bara, gjörðu svo vel. Hey, Þór, ég var að tala hérna með Sigga. Já, heyrðu, hérna hann var að tala hvort að við varum ekki til í að vera með smá grín núna hérna á pallinu. Komdu, svona drífið. Fyrirgefðu, hann þarf að greiða drykkina. Borgaðu dömmunni, Danni minn. Takk fyrir. Nei, veistu Danni, veistu að ég er bara eitthvað svo slappur. Ég er bara í einhverju ferlegu óstöði, ég skil þetta ekki. Látt ekki svona. Jú, veistu að ég held ég fari bara að drífa mig heim. Akkur tekur þú ekki bara að spila galdrana maður? One man show, Danny boy. Ég ætla að sé hvað þú klár. 230 hérna. Þór minn, þú mátt eiga afgang. Höfðingi, við fylgjumst með. Óðalega spennt. Það lengir aldrei að stöða. Pilsen mín. Já, hann bað mig hérna, Sigurður, vinnu minn, bað mig að koma hérna með svona skemmtiatriði til að aðeins að lífga upp á stemninguna. Og ég var að nota pásuna í hljómsveitinni núna. Alveg minn kont og sestur. Byggðu þess að sína hérna. Ég var ekki búinn að kynna mig á það. Sínt áður. Nei, það er real name. Í alveg, ég er ekki að ljúga þér. Þór Ragnarsson. Blessaður. Erum við ekki vinnir? Aðalsteinn. Erum við ekki vinnir? Jú. Og við skulum láta þetta gott heita gamanmálum. En vindu okkur í Törrabröðin. Og ég er hérna með spílastokk með mér. Spíl hérna, það sjá það allir. Og nú ætla ég að stokka spílinn, vel og vandlega. Stokka spílinn, þannig að þau séu öll rugluð. Og síðan ætla ég að fá söngkonu hljómsveitarinnar til þess að koma hérna og aðstoða mig aðeins við þetta Törrabröð. Koma hérna og draga eitt spíl. Draga hvaða spíl sem er hérna úr stokknum. Og ég má ekki sjá hvaða spíl það er. Ég held fyrir augunum með hann. Og leiðu svo vel að minni hvaða spíl það er. Og sýndu fólkinu það. Þið verða að muna það með henni. Hvaða spíl hún dró. Stingdu spílinu hérna í bókana. Og stokkaðu þau vel. Og ég kík ekki neitt. Það sáu það ekki. Ég veit ekkert hvaða spíl hún dró áðan. Já, fínt. Já, láttu mig hafa spílinn aftur. Og nú ætla ég að hérna finna spílið sem að hún dró. Það muni allir hvaða spíl það var, er það ekki? Og hérna kemur spílið, dömur mínar og herrar, hjarta sjö! Það vantar ekki hæfileikana, það vantaði bara hjarta sjöuna, var það ekki? Var það ekki hjarta sjöan sem vantaði? María, písjan mín, séu þennan stokkir. Hlustu vel, hjarta sjöan, var það ekki? Jú. Þú bátt ekki svín. Jöfnins læt þetta, það er engin bjössi hérna. Bjössi! 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 Loka hérna. Bjössi! Nei, blessaður! Blessaður? Já, það er að tala við þig. Ekki lemja mig maður. Nei. Það er draugurinn, sko. Já. Það er ekki að svona enga bræla og svo mókiski. Ég hef bara aldrei left ég. Það sjást ég, sko. Við ætluðum út. Daginn eftir í talaðið þig. Þá að bræla. Og líka daginn eftir. Og þá fór ég sko að hugsa
Hvað þú hefði sagt? Við lettum bara í mók fiskilji svona á loksins þriðja daginn. Það var aldrei lett í öðru eins. Ég var að tala við kokkinn. Já. Já, þú voru þá að koma líka við þurr. Við sjáðu til Ásgeir. Ást? Já, það er ekki laust við að hafa borðið ýmislegt í drauma hjá mér. Já. Klósett maður, 6 stykki fulla af skít. Segir ekki. Heyrðu, hérna þú verður að fara að koma og boða maður. Hvernig heldur það að geta komið? Það eftir helgina mér, bara sem fyrst. Já, þú verður bara að láta vita sko, svo ég geti gett ráð fyrir. Þú verður bara ómissandi eins og lóðanum maður. Ég ætla að láta þið vita það venni að þetta var ekki rekla 1983. Samvætti við þessi spil sem varst með áðan þarna. Mér finnst þú ættir ekki að láta nokkuð lifandi mann sjá þig. Stingaði mig vasan og sína ömmun eða væn. Þetta fett. Hefur sér þó, hann skrappa á klósett að hann er búin á svo lengi. Já. Nei, hann var að fara út núna rétt á það. Hvað segir? Já, hann sagðist vera eitthvað slappur í maganum og bara að fara heim og leggja sig. Sáðu það góður. María, nokkuð sé bjóða þér snúning? Stúlkur, ég var að viðskila við dömu á ballinu. Já, nú skal ég segja ykkur eitt. Alveg típist fyrir konur, sumar. Skreppa á klóstið, svo því ég kem aftur, þá var hún bara farin, gufuðu. Marja Víglunds var að leita ára á ballinu. Hún sagði að fara heim að sofa. Já, er þetta ekki típist? Heim að sofa á miðju balli og písjan býður. Hvað? Blessaðu, Júlíus. Krakka þarf að koma ykkur í bælinu og þetta gengur ekki lengur svona. Kom starta. Já, veitir hvað klukkan er? Jú, sjáðu til, Júlíus, nóttin er ung. Við viljum líka halda saman eftir alla draugasögurnar sem þú ert búin að segja okkur. Ég hef ekki sagt ykkur helvís draugasögur, ekki með þessa vitleysu. Heldur þú virkilega að við séum bara að skálda upp eitthvað spögelsi hérna maður? Í þessu draugahúsi þínu sem þú stjórnar? Hvers konar eiginlega? Svei mér þá ég held ekki að sést betri í þessu búningi heldur en helvítis hommabúningunum þínum. Ég nenni þessu ekki lengur. Ég ætla bara að fara að leggja mig. Já, ég líka maður. Ég fekk svona sjokk maður. Skreppa á ballið í kvöld? Nei. Axel, ert þú alveg hættur að smakka það? Nei. Jæja, jú, við vorum að kaupa okkur vídeo í dag. Ekki, það er bara svona. Já, það þýðir ekkert að vera að vinna og eyða öll í vitleysu. Ég segi það. Er þetta góð mynd? Þetta er svona hryllingsmynd. Hvað segir þú? Ertu þú sifjaður? Nei. Svona, maður er að nota græðar af því maður keypti það. Ég segi það. Jæja, koma. Viljið ekki horfa á myndina? Við getum alveg spólað tilbaka. Jú, kannski. Nei, veistu það, Axel? Ég er svo viðkvæmur. Já, ég er svo viðkvæmur. Að ég þoli ekki að horfa á svona horrormyndir. Ögtu svo norður svo sifji hún hérna litla krúttið mitt. Ég er ekki að fylgja þér heim. Ég flög til við. Ég var ekki að fara að drífa okkur. Við þurfum að drífa okkur. Það er löng leið fyrir höndum. Góða nótt, turtildúfurnar mínar. Góða nótt. Bara skilði þetta ekki, sko. Þetta er aldrei komið fyrir mig áður. Bara... Heyrðu, veistu það, mér langar eiginlega alveg bara til að við tölum saman. Það er allt í lagi. Já, sama segi ég, sko. Maður þarf ekkert alltaf bara að drífa sig í það. Nei, einmitt. Ég veit ekki eins og hvað það heitir, hvað það annað. Ég heiti Ella. Ella? Elín. En þú? John Reagan. Nei, ég heiti Þór. Já. Ert þú úr Reykjavík? Nei, ég er úr Ólafsvík.
Og hvað ertu að gera hér? Bara skoða mömmu. Hérna? Nei, ég var með strák. Svo fór hann hingað. Og ég held kannski, ég veist að ég myndi bjarga samböndun ef ég kæmi. Verður með annari? Ég tók á hann og borða hann. Nei, má ég sjá. Ungfrú Snæfells og Anna Badals. Já, ég fór í svona ball hana fyrir vestan. Lenti í svona fegurðarsakjan. Var kosin ungfrú Snæfells og Anna Badals. Svo átt að senda mig til Reykjavíkur í aðalkeppnina. En? Hann bannaði mig að strákurinn. Bannaði það? Já, ekkert. Vildi hann ekki færa? Hann er að fara til Eskifjarða núna, með stelpu. Hvað að gera? Vinna í fiski. Hvað annað? Svo sé ekki nóg að fiski og slóri hér. Ég er ólétt. Eftir hann? Ég veit það ekki. Ég bara veit að ég er ólétt. Af hverju ferðu ekki heim? Eignast barnið þar. Svo þú bara byrjaði aftur. Nýtt líf. Það lifir ekki nema einu sinni. Það er ekkert til sem heitir nýtt líf. Vitleysa maður, þú getur gert hvað sem þú vilt. Hvað verður ekki óperusönguna? Þetta ekki söng. Alveg. Þetta er hvað til að borða. Já, ég held. Já, ég var malta hérna. Viltu Henning? Má ég segja aðeins með þetta? Veistu hvað? Það er eitt sem að verða að passa sig voðalega vel á sem að borða súkkulaðikeks. Það mugist ekki niður rúmfötin. Það er ekkert til sem er eins óþægilegt eins og keksmilsna eða rúfi. Alveg vel, sko. Fyndu. Þú má ekki gera þetta. Þetta er ekki ógeðslegt? Já. Daniel. Daniel. Mamma. Mamma! Heyrðu, það er nú ekki alveg það. Heldur vildi ekki koma báðir inn á skrifstofu og ræða eins við mig. Báðir tveir. Aldrei friður hérna. Strax komið kaffi. Nú ætla ég að tala beint úr pokanum. Halda ég sé algjört fíbl eða hvað? Já, segðu til undir minn, við viljum nú síður særa þig, svo að það er kannski betra að við svörum ekki þessari spurningu. Þannig er að ég er búinn að hringja suður í ráðuneytið og þar kannast þeir ekki við neina skýrslugerð eða rannsókn í frystihúsunum og þaðan á síður að þeir kannist við ykkur tvo peyjana. Nei, ég var nú búinn að segja þér það, Lundi minn, þetta er leynileg úttekt. Auðvitað þykjast þeir ekkert vita hjá ráðuneytinu. Þið hafið mig ekki að fíbli lengur.
Það eru einhver agenttar út land að kanna aðbúnað starfsfólks í frystihúsum, framkomi yfirmanna, framleiðslu hætti eða neitt þvíumlíkt. Jæ, sveimir ég held að hann hafi trúað í maðurinn. Þetta var bara grín. Svona smá glens. Þú hefur þó ekki trúað þessum í ráðuneyti. Hverju átti ég að trúa? Þetta má bara alls ekki fréttast. Þá ert þú búinn að vera, maður. Ég hef búinn að vera. Það eru þið sem eru búnnir að vera. Nei. Þið eru reknir gerð með. Nei. Það er nú ennþá hægt að bjarga þessu. Ég skil ekki hvernig. Já, ég meina við bara þegjum eins og hringormar. Já. Ég meina svona litlu plássi þar sem allir tala alla. Þetta er nú aldrei saga til næsta bæjar ef að yfirverkstjórinn hefði látið 2 aðkomupeyja ljúga sig fullan. Setja sig í bestu djobbin út af einhverja lygasögur. Já, ég veist eins hvað þetta fréttist út. Fréttist út? Já. Nei, veist þetta þarf ekkert að fréttast. Sko, þannig að hér í bæ skipstjórinn sem vill ólmur fá okkur Daniel með sér á sjóinn. Þar eru peningarnir, sko, ekki hérna í landi, sko. Nema hjá einstaka verkstjóra. Ef þú vilt síður hafa okkur, og ef þú vilt ekki að þetta smá spauð okkar fréttist út, þá talarðu við hann, segir að þú megir ógjarnan missa okkur, en látur okkur lausa í nokkra daga hans vegna. Það ger ég aldrei! Ási minn, ég verð að segja þér frá þessum peyja. Hann er svo berdriminn að á hverju morgni getur hann sagt mig hvað bátarnir kom inn með mikinn afla. Svo ekki skeikar nema örfáum tonnum. Já, það gæti verið gott að hafa svona mann á bátnum. Já, það er varlegt að treysta þessum nýmóðins tækjum, þó þau sé náttúrulega ágætt til síns brúks. Hvað finnst þér þetta, mamma? Þetta nú allt saman þín útgerð og þinn bátur, en gerir nokkuð til að reyna þetta. Ég segi fyrir mína parta að ég hef löngu búin að gefa upp alla von með það. Sumir verði þeir aflakóngar sem er eitt sinn. Þóttust alltaf verða? Hins vegar. Segi ég það að ég skal ekki setja mig upp á móti því að ráða jafnvel galdramann á bátinn. Ef það gæti orðið til þess að forða frá því að sumir verði neðstir eina vertíðin enn. Ef ég væri ekki orðin löglegur ellilífeyri segi fyrir þó nokkurum árum, þá skildi ég drífa mig í sjómannaskólan og fara sjálf út með bátinn. Til þess að sýna sumum að það þarf meira en síðar buxur til þess að vera karlmaður. Þú komst ekki á hana bát, sko, þá ekki farið. Hvað er þetta? Þú fyrir alltaf að vera svona bjartsýnn að tala nýtt líf, maður og... Ég kalla það nýtt líf að flytja hingað til eiga. Í slórunum hérna. Já, ég gæti kannski rætast úr hérna að fara að fiska, kallinn. Já. Þú er enginn heima, maður. Blessaður. Er það þið? Blessaður. Já, báturinn fer klukkan 6 í fyrramálið. Menn. Þá er það maður vonandi laus við ykkur. Aðlingur eftir lundi minn. Herðu, ég skal nefna þig í ráðuneytinu. Lundi, Já, hæ. Hæ. Pabbi sagði þér hættir í frystihúsinu. Skal ég fá sjóinn? Vonandi eigum við eftir að sjást. Já, María mín, við eigum örugglega eftir að sjást. María, okkur mun ekkert aðskilja nema dauðinn. Pabbi! Já, faðir þinn. Fyrir sælir. Hvað sagði ég þér? Málinu reddað, maður. Það er áfætt að hluta á svona bát. Já, ef hann fiskar. Ef hann fiskar. Það láta mig dreyma nógan skít til þess að sökkva öllum flotanum. Heyrðu, ég einhvern veginn ekkert syfjaður. Við langar að fá mér kaffi hérna. Hvað? Kaffi? Já. Já, fáðu kaffi, Danni. Hvað, vantaði penning? Nei, ég er með nóg. Ég er bara á þessu syfjaður, ég er til drífumæður. Er það? Já. Já, gerðu það bara. Já. Ok. Já. Blessaður. Blessaður.
þú að vilja hérna? Sama þú, elsku drengurinn minn. Djöfis viðbjóður getur þú verið? Daniel, þusn eða þoskinn? Þuss? Þoskurinn, halda steganum. Líf og fjör. María! Hvenær var ræs? Það er með stígar þetta. Góða kvöldi, frú. Ég vil ógjarnan koma á seint í fyrsta túrin. Blessaður. Hi. Hey, hi. Do you speak English? Ertu með þetta, drengur? Þetta er þó ekki sjóvíkstökkur. Þetta eru meira svona draumstautar. Ha, draumstautar? Já, mann dreymir víst alveg fullnægilega vel af þessu. Heyrðu, farðu þarna og legðu þig á bekkinn þarna og gáðu hvað þið getur ekki látið þig dreymið. Já. Hérna í klefana mínu hérna fyrir aftan. Það er voðalega lítið að marka þetta að maður sefur ekki almennilegu rúmi. Ha? Og, já, legðu það í kójuna mína, ég get þá lagt mig á bekkinn sjálf. Já, er það ekki? Sjómennskan er ekkert grín. Já. Þá nú eiginlega bara að vera svona forréttur. Svona blandaður sjávarréttur. Svona Stilsós. Eitthvað að mann fengi áður við það hér. Kemurðu rétt strax handa ykkur? Sjómennskan er ekkert grín. Sjómennskan er ekkert grín. Heyrðu, dreymir þig eitthvað? Hvað segirðu? Dreymir þig eitthvað? Ég er ekki sofnaður ennþá, sko. Nú, fyrirgefðu.
Sjómennskan Heyrðu, það ræs. Það tími til að vakna. Já, nú hlýtur þig að hafa dreymt eitthvað. Fjórir gulir þorskar sátu saman á grein. Hvers konar eiginlega? Úr augunum skein hræðilegt vein. Eitt staut enn, eitt stautinn enn í körn. Heyrðu, þetta gengur ekki svona lengur, drengur. Þú verður að drullast að lappir og reyna að tjónka þarna við hennan kunningja þinn. Hann gerir ekkert annað en æla og mannskapurinn hefur ekki fengið matabíti heila sólarhring. Svona á lappi með þig. Hvað ertu að gera? Maður, áður en þetta sekkur. Þetta er björgunarbáturinn. Já, hýfum hann inn. Samtakan út af þér. Vertu velkomin heim yfir hafið og heim, la-la-la-la-la-la. Vertu velkomin heim yfir hafið og heim, la-la-la-la-la. Jæja, þessi minn. Verður þetta ekki síðasta vertíð nú til þess að ná þér í konu? Það er nú ekki víst að við höfum eitthvað að kaupa okkur allt í búið. Það kostar sem penning. Já, allt ekki. Jæja, blessa, gjá, heyrðu. Axel minn, saman við þessu augra sem ég skulda þér. Værið þið saman þegar ég sendi þér það á sunnan, veistu, það stendur svolítið illa á hjá mér núna. Það er ekkert mál að minni álum. Er það í lagi? Það er ekkert málum. Nei, fínt. Ok, hvað það? Blessunum minn. Já, bless. Nei, er það að fara? Nei, ungfrú Ólafsfjörður. Ólafsvík. Æjá, fyrirgefðu. Bless. Takk fyrir samverðinu. Samverðis. Með lögregluþjónum skal land byggja. Svona, já. Til hamingju. Takk fyrir. Bye. Það var gott. Já, þú veist.
Yeah.